5. lið og það tillaga fulltrúa í ungmennaráði miðborgar og hlíða hinsegin fræðslu í grunnskólum og Embla Ýr Indriðadóttir, fulltrúi í ungmennaráði miðborgar og hlíða, tekur til máls. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Ég nú á mínu síðasta ári í grunnskóla, það að segja í 10. bekk. Á þeim 10 árum sem ég hef gengið í skóla hef ég alls fengið 2 fræðslur sem tala það hvað það að vera hinsegin. Eina frá samtökunum 78 og svo það bil 10 mínútna langa og alls ekki nóg ítarlega umfjöllun í kynfræðslu sem ég fékk í 9. bekk. Þetta finnst mér alls ekki nóg. Sérstaklega þar sem að margir bekkjarfélagi mínir eru enn alveg glórulausir málefnið. Við í ungmennaráði miðborgar og hlíða viljum að Reykjavíkurborg betrumbæti og auki fræðslu hinsegin málefni í grunnskólum. Eins og það almennt eina fræðslan sem börn fá hinsegin málefni í kynfræðslu sem á sér stað á unglingastigi og hún örstutt og ekki nógu ítarleg. Þótt að skólar eigi rétt á fræðslu frá samtökunum 78 eru alls ekki allir skólar sem nýta sér þann rétt og margir sem hreinlega hunsa. Við viljum að hinsegin fræðsla eigi sér stað mikið fyrr og viljum að hann veri hluti af kynþroskafræðslunni sem fer fram á miðstigi. Mikilvægt að börn fái fræðsluna snemma. Aukin fræðsla hinsegin málefni geti hjálpa mörgum hinsegin börnum að komast að því hver þau eru. Óvissan hver maður getur valdið mikilli vanlíðan og getur jafnvel verið skaðleg geðheilsu barna. Aukin fræðsla geti jafnvel dregið úr fordómum, þar sem eins og sagt fordómar eru aðeins fáfræði. Það geti verið að þið haldið að fordómar séu lítið vandamál nú til dags en ef þið geti fyllt einum 10. bekk í 1 dag myndið þið sjá að svo alls ekki. Oft heyrir maður blótsyrði sem eru sérstaklega meint samkynhneigðum og oft gert lítið úr vandamálum hinsegin samfélagsins. Staðreyndin sú að sjálfsvígstilraunir eru almennt fleiri meðal hinsegin ungmenna en annarra hópa. Einelti og slæm viðbrögð frá fjölskyldum eru ekki óalgeng og teljum við því að það sé mikilvægt að ungmennin viti hvert þau geti leitað og að það sé alls ekkert að því að vera hinsegin. Embla Ýr Indriðadóttir, fulltrúi í ungmennaráði miðborgar og hlíða, hefur mælt fyrir tillögu hinsegin fræðslu í grunnskólum og þá tekur Líf Magneuðdóttir, borgarfulltrúi, til máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og ungmennaráði Reykjavíkurborgar. Það mjög gott að vera hérna í dag og hlýða á raddir ykkar. Þið eru skynsöm, jafnvel skynsamari heldur en ég var þegar ég var ung og þið standið fast á ykkar og það þykir mig vera mjög gott og aðdánavert. Og þessi tillaga sem við ræðum hér hinsegin fræðslu, hún orðið tímatöluð og mjög mikilvægt skref fyrir okkur öll í samfélaginu til þess að losa okkur undan fordómum og í því tillagunni þá langar mig að segja að hérna samþykktum við mannréttindastefnu fyrir ekki svo löngu síðan sem að hreinlega tekur mikið tillit til þessa sem að þú kemur sem Embla Ýr Indriðadóttir ber fram í tillögu sinni og með leyfi forseta þá langar mig að lesa það upp og það varðar skólana. Skólar eiga ekki að vera undanskildir því að fræða nemendur sína hinsegin málefni og því meira því betra. Og með leyfi forseta að þá stendur í samþykktri mannréttindastefnu að allt uppeldis- og tómstundastarf, menntun og fræðsla og menningarstarf taki mið af því að þátttakendur geti verið hinsegin. Ólíkar kynhneigðir, kynvitund, kyntjáning og kyneinkenni fólks og fjölskyldugerðir á að ræða á opinskán og fordómalausan hátt. Kennarar og starfsfólk í skólum, frístundamiðstöðum og öðru starfi með börnum og ungmennum gerir fjölbreytileika mannlífsins sýnilegan í starfi sínu til að mynda með vali á fræðslu og afþreyingarefni sem notað á öllum skólastigum. Skólastjórnendur og ábyrgðarfólk skóla og frístundastarfs á vegum borgarinnar á að sjá til þess að nemendur hljóti hinsegin fræðslu enda það stefna borgarinnar að hinsegin fólk njóti virðingar og það sé fjallað í samræmi við almennan hluta aðalnámskrár frá árinu 2011. Tilvitnun lýkur. Þetta mjög afdráttarlaust og þarna líka talað að þetta skuli fara fram á öllum skólastigum.
að við allt niður í leikskóla tölum við leikskólabörn hvað að vera hinsegin. En þetta líka ábyrgð foreldra og alls samfélagsins að við tölum opinskátt þessi mál. Af því að þið vitið öll eins og ég að það að sitja með bældar tilfinningar og vera útskúfaðar frá hópi, það fær maður til þess að líða illa. Og það viljum við ekki. Við viljum að samfélagið sé fyrir alla, trans, kynsegin, hinsegin, fólk með ólíka kynverund, sís fólk, að við tölum og fjöllum opinskátt alls konar kyntjáningu, þetta það sem skiptir máli. Og því fagna ég þessari tillögu, mér finnst hún mikilvæg og við ætlum að samþykkja hana og koma henni áfram inn á skóla- og frístundasvið til útfærslu og ég held að bæði leikskólar, grunnskólar og frístundastarf að það sé eitthvað að opnast í því. En við þurfum að gera meira, við getum alltaf gert betur og því fagna ég þessari tillögu. Líf Magneuðsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti og borgarfulltrúar og aðrir fulltrúar. Mér finnst þetta alveg afskaplega góð tillaga. Afskaplega góð tillaga og ég held að sé algjörlega hárrétt að það vanti heilmikið upp á fræðslu í þessum málum. Nú það svo bara trúfrelsi, tjáningafrelsi og skoðanafrelsi eru grundvallar mannréttindi sem að við verðum að standa kláran vörð og til þess þarf að sjálfsögðu fræðslu. Hins vegar hefur það verið stefna þessa meirihluta hér sem nú situr í borgarstjórn að hamla aðkomu allskyns samtaka að skólum. Þannig að erfiðara fyrir samtök að koma inn í skólana og nálgast börn og ungmenni með fræðslu. Þannig að ég vil bara benda á það. Ég veit að þetta fellur alveg innan stefnumótunar sem að Lífar nú, borgarfulltrúi Lífar að minnast á hér áðan. Og við styðjum það sjálfsögðu, einnig finnst okkur sjálfsagt að fulltrúar hagsmunasamtaka málefni hinsegin fólks fái greiðan aðgang og unga fólki í skólanum. Og það geti kallað það til. Þetta er auðvitað besta fólkið í að veita okkur hinum fræðslu. Það er ekki að hafa það lengur. Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Líf Magneuðsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu Áslaugar. Já, forseti, borgarstjórn og borgarfulltrúi ungmennaráð, ég held að vandinn sé margþættur. Skólarnir hafa nú þegar mjög mikið að gera og þeir skipuleggja náttúrulega sína námskrá eftir aðalnámskrá sem að kveður endar á þetta, en það sífellt alltaf verið að setja verkefni inn í skólana. En þetta er auðvitað ekki ógerlegt. Þetta krefst bara í rauninni viljans. Og Samtökin 78 hafa lyft grettistaki í það að fræða bara almenning og skóla og við erum með samstarfssamning við Samtökin 78 einmitt hinsegin fræðslu í skólum. En við þurfum kannski að gera betur í því að hvetja skólana í meira mæli til þess að setja þetta í upphafi skólaárs inn í sína fræðslu. Ég man til að mynda þegar ég var að kenna náttúrufræði þá þurftum við að kenna kynfræðsluna og þetta var allt mjög líffræðilega miðað og mjög heteronormatíft. Þetta var bara strákur og stelpa, hafa samferðar og eignast barn og þarna egglos og hérna erum við með blæðingar og eitthvað svoleiðis. En þetta þarf náttúrulega að vera allt tilfinningaspektrúmið. Og til þess þá þurfum við að eiga samtal á mjög mörgum stöðum þessi mál og ekki bara í skólum. Líf Magneuðsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar við ræðu Áslaug Friðriksdóttur borgarfulltrúa. Þá veitir Áslaug Friðriksdóttir andsvar við. Svarar hún andsvari Lífar. Forseti, borgarfulltrúar, stundum er hægt að leysa mál með einföldum hætti.
til dæmis þegar fólk í grasrótarsamtökum og hagsmunasamtökum hefur ákveðið að fara saman og taka utan um eitthvað málefni til þess einmitt aðstoða þá sem einhvern veginn eru í þeim aðstæðum að þurfa á þessari fræðslu að halda. Mér finnst ástæða til þess að borgaryfirvöld virði það starf og nýti sér það starf út í ystu æsar. Hins vegar hefur bara meirihluti hér ákveðið að hamla nákvæmlega svona samtökum aðgengi að skólum, að nemendum, þar sem auðveldast að mæta. Þannig að ég vil bara endurtaka það. Ég held að það sé ekki rétt stefna. Við eigum að opna það og jafnvel í samráði við nemendurna sjálfa, þannig að þau geti valið inn hvaða hagsmunasamtök kæmu og héldu fund og töluðu við þau. Mér finnst það bara að vera algjörlega opið fyrir það. Þetta eru mjög mikilvægir aðilar, stundum kallaðir þriðji geirinn, semst hjálparsamtök og allskyns samtök alls konar hluti. Þetta eru jafn mikilvægir aðilar að okkar samfélagi og einhver yfirvöld eins og borgarstjórn. Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, andsvar öðru sinni. Já, forseti, borgarstjórn, hér fara út víðan völl. Við erum auðvitað að tala hérna þessa tilteknu tillögu sem miðar að hinsegin fræðslu. Við höfum gert 3 ára samning við samtöki 78 til þess að sinna þessari fræðslu í skólum og skólarnir í sjálfu sér hafa ekkert val hvernig þessari hinsegin fræðslu háttað, en þeir hafa hins vegar val það hvort að þeir geti komið fyrirlestri frá samtökunum 78 inn í sitt tímaplan og það það sem ég að hvetja til. Mér finnst mjög mikilvægt að skólar hliðri til fyrir einmitt samtökum sem eru sérfræðingar í málefnum hinsegin fólks til þess að koma meira inn í skólana og ég held að þetta taki bara örlítinn tíma. En það að þessi meirihluti og borgarstjórn sé að hamla á einn eða annan hátt eða koma í veg fyrir að grasrótarsamtök hafi aðkomu í skólum, það bara vitleysa. Skulu ekki hlusta svona vitleysu. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá andsvörum lokið. Og næst tekur til máls Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar og kæru ungmennaráðs meðlimir. Mér langaði bara að fá að fagna þessari tillögu, taka undir, mér finnst þetta mjög mikilvægt og bara fróðlegt fyrir okkur. Það dálítið langt síðan að við vorum í grunnskóla og þá var ekkert, allan þegar ég var í grunnskóla, þá var ekki nefnt, hinsegin fólk var ekki nefnt. Það þó allan orðið 2 núna en það má gera þetta betur. Ég kannast ekki við að við séum neitt að reyna að hamla því, en það erum við með samning við samtökin 78 en við viljum auðvitað gjarnan bæta í þarna. Og mér finnst bara rétt, þú komst inn á það, Embla Ýr Indriðadóttir, áðan að þeir sem eru hinsegin, þeim líður verr heldur en þeim sem eru það ekki. Og það kom mitt fram í gögnunum sem við fengum frá rannsókn og greiningu að þeim sem leið verst voru þeir sem voru óvissir sína kynvitund eða kynhneigð eða voru ekki að einhvern veginn finna út hvar þeir ættu heima í þessu öllu saman. Og ég fór bara í hádeginu og kíkti á 6H heilsunar og allt það fræðsluefni og ég get alveg tekið undir það sem að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sagði hérna. Það mjög svona heðþörf og það mjög mikið kall og kona og ég held kannski líka að við mættum gera það bara, ég myndi bara taka þau upp í ofbeldisvarnarnefndinni þar sem að embætti landlæknis á sæti, að kannski ættum við líka að skoða það. Þar mætti kannski vera myndir af 2 strákum eða 2 stelpum og þar mætti þessi fræðsla kannski líka koma inn. Að þegar þú verður kynþroska þá geta vakna með þér alls konar tilfinningar og annað. Þannig að ég finnst þetta bara mjög góð tillaga og bara mjög þarft fyrir okkur að velta þessu fyrir okkur, hvort að þarna séum við að gera nógu vel. Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, þá næstur á mælendaskrá. Liberal forseti.
Forseti, fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna og borgarfulltrúar. Þetta mjög góð tillaga. Ég held að hún líka bara endurspeglar að það eru fleiri hlutir heldur en bara það sem lítur að svona þessu formlega námi í einstökum námsgreinum sem að brennur á ungu fólki í dag og við þurfum að taka mið af því í okkar vinnu. Mér finnst þetta til dæmis vera dæmi það sem að þarf að hugsa þegar við erum að móta menntastefnu til næstu áratuga sem að einmitt vinna sem nýlega farin af stað og við erum einmitt talsvert mikið að ræða í þeim hópi þætti eins og þessa. Þætti sem lúta að bara sjálfsmynd og heilsu og velferð sem hafa auðvitað heilmikil áhrif á það hvernig börnum og ungmennum gengur í skólanum fyrir utan þetta sem að beinlínis snýst þekkingarleitina og menntunina sjálfa. Og það þessi heildarreynsla af því að vera í skóla, af því að vera ungur sem að skiptir heilmiklu máli og við þurfum að taka tillit til. Auðvitað fáum við þau viðbrögð við ýmsum tillögum í þessa veru að dagskráin sé svo full hlaðin inn í skólastarfinu og það sé erfitt að bæta þar ofan á. En auðvitað hægt að finna leiðir til þess að útfæra þetta með þeim hætti að skólarnir taki þessu opnum örmum. Og sem betur fer, þá erum við með, eins og margir hafa komið hér inn á í þessari umræðu, samning við Samtökin 78 sem að felur í sér að þar ein forsendan svo að hver grunnskóli taki á móti fræðslu einu sinni yfir samningstíman fyrir bæði starfsfólk og fyrir nemendur á samningstímanum. Og það má vel halda því fram að það sé of lítið. Skóla- og frístundasvið hefur bætt betur með því að senda reglulega bréf til skólastjóra og eða námsráðgjafa til þess að minna á þessa fræðslu og hvetja skólana til að þiggja hana. Þannig það alls ekki þannig að borgin eða meirihlutinn sé andsnúin því að Samtökin 78 séu með þessa fræðslu. Þvert á móti höfum við haft forgöngu að þessi vinna sé í gangi. Ég held að við eigum að fagna þessari tillögu, geri það fyrir minn hatt og tryggja það að þessu sé fléttað inn, hvort sem í formlega hlutan af skólastarfinu eða hinn óformlega. Allavega fræðslan þarf að komast til ykkar. Hún mikilvæg og það á reynda við fleiri tillögur sem að hér eru undir á fundinum. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, er óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég held að sé ágætt að komi þá og mér finnst að hafa komið alveg ágætlega skýrt þetta fram að meirihlutinn hefur ekkert á móti hinsegin fræðslu frá samtökunum 78 fyrirgefið, en og mér finnst gott að heyra það. Ég man eftir því að sjálfstæðismenn lögðu fram einmitt tillögu að þetta yrði sérstaklega gert í mannréttindaráði á sínum tíma og ég held að það hefur verið samþykkt og fellt inn í stefnuna eða inn í styrkina sem þá var verið að afgreiða. Hins vegar held ég að þessi tillaga tengist mörgu öðru, eins og bara alls konar samtökum alls kyns mál, hvort sem það eru fatlaðir eða líknarsamtök, Rauði krossinn, hvað sem þessi samtök, þriðji geirinn, þá að virða mjög aðgengi að honum og ekki loka á hann eins og meirihlutinn hefur að gera þó að það sé það taka undir það hann hafi ekki gert það í þessu sérstaka máli. Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar og andsvörum lokið og jafnframt umræðu fimmta lið